Já, kæru hlustendur, við vildum koma hérna aðeins yfir ykkur rétt áður en að þátturinn hefst. Það er Síminn Pay. Já. Það er búið að opna, stór fréttir, það er búið að opna fyrir skráningu. Gates are open. Nú geta öll farið inn á Síminn Pay. Já, stofnað, í fyrsta lagi bara aðgang. Er einhver kapp á kort? Ég ætla að stofna svona 40 kort. Getur stofnað aðgang, já, þú getur stofnað 40. En þú kemst hérna... Það komast allavega allir inn. Kemst inn á skráningaauðun, það eru bara, og skilabónu þau, það eru lítil og stór fyrirtæki, það skiptir ekki máli. Nei. Hvað sem er, þetta duga fyrir alla. Það er fjármálastjóri sem ætlar að sanna það í starfinu. Já. Farin á Síminn Pay, sagt kortanda starfsmenn. Þú verður rockstjarn á vinnustæðanum, sko. Já. Ef þú innleiðir þetta, þá ertu rockstjarn. Og hey, frýtt merch sem fylgir með. Já. Eigum að segja það núna hvað það er. Ekleikur í húu. Já. Það er húa dýragerðinni. Ekki segja slógani, það kemur næst. Nei, það er að tjekka á Síminn Pay. Já, það held ég kæru hlustendur nær og fjær. Það eru pingimenn sem helsa. Gia sagði mig. Þannig að föstudagsmorgunin sem endra nær. Já. Við verðum nú að svona minnast á þetta, það sem var að gerast hérna. Við glemdum þetta á rekk. Já. Blessunlega vorum við ekki búin að tala lengur en svona 4 mínútur. Já, erum við ekki með eitthvað skript? Skél tapaði 314 miljónum. Þú byrjaði þannig náttúrulega. Já. Sem er náttúrulega hræðilega fréttir. Nei, ég byrjaði á að segja. Við erum að taka upp eftir lokun markaða. Já. Til að bregðast við kalli hlustenda. Já. Sem að tóku þátt í þjónustukönnun okkar, Dýpind og Pingjan. Sem sögðu, þið verðið að fara að taka upp eftir lokun markaða á 50. Já, það er svo oft laumað einhver inn fyrir lokun. En varstu með valmöguleikan á að vera, þú veist, fyrir opnun á föstudegi? Nei, þú veist, þetta var náttúrulega engin option. Þetta var bara open-ended question. Já, þannig, og það var bara einhver nógu veikur að skrifa. Þið verðið að taka upp eftir. Við gætum alveg mætt hérna 6:30 og verið bara tilbúin með þátt 7:30 bara í morguntrafíkina, sko. Ég er náttúrulega mjög oft á vökunni á þessum tíma. Þannig að það myndi henda mér mjög vel. Mæta bara beint. Já, vakna með börnin svona 2:30, flesta nætur. Já, þetta er að fara að gerast allt hjá mér núna bara alveg. Já, ég er með hérna Economics of Becoming a Father og eftir. Að það? Já. Ok. Og það taka það núna? Nei, býðum aðeins með þetta. 1, it's expensive as fuck. 2, þú fitnar. 3, þú fær minni svefn. Það er bara hagfræðin á bakvið þetta. Þetta kann ekki góður lukka stýra, sko. Nei. Við vorum alltaf að ræða á hann með skél. Þú veist, auðvitað tapaðir, en erum við ekki að tala er þetta ekki eitthvað svona, eitthvað tilfærsla bara þarna? Þetta er eitthvað niðurfærsla. Það þarf bara að hamra svona 4 kossum af Carlsberg upp í skél right now. Já. Og þeir drekka þetta niður fyrir hádegi, sko. Ætli, ef einhver er frá skél að hlusta, látið okkur vita að þið vilja að við komum syngjað og trallandi til ykkar upp á skrifstofu með 4 kassa af Carlsberg. Já. Þá verðum við því. Já. Þá verðum við svarið. Það þurfa 2 húsaveitni samt að vera að þetta sé legit starfsmaður. Einn lénsherra líka. Já. Það er lesblindur. Nei, lénsherra. Manstu ekki eftir því? Jú, ég þekki nokkra lénsherra. En hérna, já, þau okkur Carlsberg að sjálfsögðu fyrir, alltaf 2 þar. Já. Herðu, Yngvi, ára lengri haldið, þá vil ég, já. Long og short. Förum í long og short með hafinu. Byrjum bara þar. Ég vil byrja þar. Já, hvað er með það? Ég er long makrill. Það er 50% veitt núna. Já, bragðast makrill. Hann er viðbjóður. Vel, já. Hann er viðbjóður, en það eru þrusu verða á honum. Já. Og það er að takast að vinna vel. Veiðin er reyndar ekki alveg nógu heppilegum stað, eins og ekki standa. Góður afli, samt. Og long makrill. Long makrill. Short Amarok. Ég held þessi short Amarok. Er Amarok þetta í borðinu? Já, ég er ekki. Það ertu short Amarok? Ég er short Amarok. Þeir eru reyndar 3,9% upp í dag. Já. En það er alltaf efni í góða skortstöðu. Það er grænt yfir markaðanum 1,8% hækkun á úrvalsvísitölunni. Ég bara er ekki inn í þessum harðmálunum. Nei. Hefur ekki hlustað viðtal við hann Eld? Nei, jú, eitthvað. Já, þetta er alveg fróður maður um ráfuruna, sko. Já. Þetta er maður sem veit hvað hann syngur, sko. Ég er skítræddur við grænlendingana, sko. Það er eignaupptaka þeirra millinafn, sko. Bara eins og með aflaheimildirnar. Það er búið að gefa mönnum 10 ár bara að drulla sér út í kvótanum, sko. Bölvaður sósíaldemókratarna í Grænlandi, eða? Já, þeir getur verið að fá einhverjar hugmyndir frá Framsóknarflokknum hvernig á að vera kommunisti. Já, einmitt. Bara stjórna stjórnu. Hvað sem því líður þá þökkum við hafinu fyrir. Ég vil líka minna á Teygja, ef þú vantar greiðslulaust, hvort sem það er fyrir netverslun eða posa eða hvað sem er. Já. Þá er Teygja rétti áfangastæður fyrir þig, farin á teygja.is. Teygja.is. TEYE.is og fáðu tilboð
það bara föst gjöld, það er ekkert að fara að koma í baki á þér. Það er að góða við tegja og þakka þeim fyrir. Sko, Yngvi, það var eitthvað, jú, já, nú man ég það. Það var ég fekk kvörtun. Það verður náttúrulega allt vitlaust ef við segjum eitthvað rangt í þessu þætti. Það held ég ekki. Mér finnst við bara aldrei fá einhverja alvöru. Jú. Við hefum nú alveg fengið póstsendingar frá einhverjum brjáluðum hlustendum. En sko, ég talaði það í síðasta þætti. Ég svona kom inn á það, var hálf feimin við það. Þegar ég sagði bara svona að maður væri orðinn hálf stressaður að panta flugfar með Play. Já. En ég vil taka það fram að ég tók ekki undir það. Nei, í rauninni ekki, sko. Gæðu mig klapp. En á þeim, já, maður sá, veitu hvað var klappið hérna? Ingi Þór Georgsson. En þú tókst undir á þeim forsendum að svona, þeir væri ekkert að fara að, þeir eru ekkert að, þú veist, vera gjaldþrota. Já. Og ég meina, ég trúi því alveg, líka ég held með þeim. En bara til að taka fram og leiðir þetta, að kortafyrirtækin endurgreiða, þú veist, pöntunna ef það er ekki búið að fara flugferðina, sko. Já. Þannig að þau eru með einhvern svona, væntanlega einhvern vörslureikning, kortafyrirtækin. Og greiði ekki út basically fyrir tjekkareikningur? Já, örgulega. En hver hjólaði þig? Og greiði ekki út fyrir en flugið farið til Play, þannig að þið vitið það kæra hlustundur að ég var sjálfur með til skammar þarna. En hins vegar tókstu þetta til þín? Nei, ég vissi það. Nei, að þú veist, menn að vera á. En það sem að ég samt, sko, það sem mig myndi var með gjafabrifin, sko. Það er meira vesen. En þá eru held ég stéttafélögin sem að... Og það er bara með ICR, eða ekki? Nei. Okay. Það er bara með... Ok, leiðristist hér mér. Þetta eru gjafabrifin sem að myndu fyrnast. Já, en þú veist, stéttafélagið getur held ég komið inn í það hjá þér, sko. Já. Þú veist, þannig að það er ekkert öll von úti þó þau gjafabrif. En þú veist, af hverju eru að tala um þetta? Play er á góðu flugi. Er það góð trygging að kaupa þá bara gjafabrif í gegnum stéttafélögin, dúndurinn í Play og þá ertu bara með allt 100% frá stéttafélaginu, er það ekki? Já, þú veist, þú getur náttúrulega farið þá leið að panta, ég held að það séu hámark 4 eða eitthvað svona gjafabrif sem þú getur keypt. Í gegnum stéttafélag, farið ódýrari. Þetta er sparnaðatips dagsins, sko. Já, heldur að skattunum farið þetta jólin, eða? Ég veit ekki. Nei. Hvað fleira að banna skattunum jólin? Það er spurningin sem að brennur á okkur. Þetta sé nú bara fullkomlega löglegt að vera aðeldarfélagi bara í stéttafélagi og geta keypt gjafabrif, sko. Það er bara það sem er í boði. Ég var búinn að heyra núna, Jakob var á okkur við því, inn á Jommunni, það er alltaf út í hotni núna, bara frá fyrsta DS fram að jólum. Skatturinn. Það var svona maður frá skattinum. Eru þeir að hlusta? Eru þeir með svona grammofón einhvern? Sitja bara út í hotni, gæða sér á snittum og skrifa hver að mæta, svo þið tekið tjekk. Þannig að farið valega, drífið ykkur að panta. Já, það er eiginlega uppbókað á jólinn, það er bara því miður þannig. Jakob, vertíð hjá honum öll jól eins og við vitum. Sko, Jakob er ekki svindlari, en hann bað mig að fara yfir glæpamenn í eldhúsinu. Nú er það? Matarmafíuna, ráfurumafíuna, kannastu við þetta? Nei. Ég fer yfir þetta. Ráfurumafíuna, já, við komum inn á þetta. En herru, annars viðburðarík vika, maður náttúrulega má ekki líta af þér, þá er komið kynlaus klósett, hérna bara, nú er það orðið lögbundið. Ég hef lengi borist fyrir þessu, Hvað ertu búin að vera að gera? Og ertu bara þarna hangandi á, hvaða ráðuneyti er þetta? Ég held þetta sé Guðlaugur Þór. Já, Guðlaugur Þór, já. Einmitt, já. Sem er umhverfis og loftslags. Setjum upp bara svona hypothetískt dæmi. Já. Að Halla Tómasar láti þetta vera sitt fyrsta verkefni að skrifa upp á þetta? Nei, að setja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, það væri heldur þetta myndi standa að falla? Ég held þetta myndi falla. Þetta myndi sko rígfalla. Já. Ég held það. Þetta er líka svo fyndið núna þegar þú slærir svo svona upp, sko, ef þú myndir núna skanna tilbaka bara í kosningabaráttuna. Já. Var þetta einhvern tíma kosningamál? Var einhvern að kjósa sjálfstæðisflokkin eða einhvern í þessa ríkisstjórn til þess að fá þetta? Nei, já, þú veist, ég er að segja bara, þú veist, ég skil ekki... Nei, maður svona átt að segja ekki á mekkanum. Hvernig komst þetta? Sko, er ekki í fyrsta lagi sumafrí? Já. Þú veist, bara í fyrsta lagi og í öðru lagi þá bara er svo margt annað eitthvað í gangi að ég skil ekki hvernig þetta er að fá einhvern forgang, en þú veist... whatever, kynlaus klósett eða ekki en það er að taka marga póla á þessu og maður hefur nú séð hérna, stjórnmálamenn koma fram og bera þessu fyrir sig að
að greiði konurnar get ekki farið inn á kallaklóstinn eftir sóðaskapin og ég tek samt alveg undir það. En á sama tíma bara fyrir spjærhætt fólk og annað, þá þetta bara vesen, sko. Já, þetta verður bara eins og að fara með markvöldunartöflu í 5. bekk, sko. Þetta bara kvíði. Það verður kvíðavaldandi fyrir konur að fara inn á kallaklósett. Ég veit ekki. Gæti orðið þannig. Mér veist það, En skiptir mig einhver máli. Við erum Ég vona að Halla vísis í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það væri rosalega. En maður svona spyr svo út í mekkan. Hver var að kalla eftir þessu? Var þetta forgangsatriði? Ég veit ekki. Hvaða snebill í ráðuneytinu fekk að eyða tíma í að skrifa þessa reglugerð og komin í gegn? Já, var hann Andrés, pírati. Já, hann var eitthvað stóð fyrir þessu hann. Já, en byrju að hvernig tengdist Gulli þessu þá? Hvað segirðu? Hvernig tengdist Gulli þessu? Skal bara lesa þessa fréttina. Ég skil ekki pólitík. Förum ég eitthvað skemmtilegra. Reglugerð ráðherra að merkja ber salerni eftir aðstöðu fremur kynjum hefur tekið gildi. Stórt skref að ræða að varaforseta Trans Ísland. Frá þessu greindi svari Guðlaugs Þórs Þórðarsonar umhverfisráðherra við fyrirspurn Andrésar Inga Jónssonar. Já, þannig að hann búinn að ýta eftir málinu frá árinu 2020. En þá vitum við það. En þetta allan á orðið að lögum. Yndislegt. Þetta alveg frábært. Og mér finnst þetta að vera eina púsluspili sem vantaði í annars fullkomið samspil. Þetta svona fjórþætt. Þetta eins og öryggisþjónustan á Origo. Hún þríþætt, forvarnir, eftirlit og viðbragð. Svo kemur kynlausarklósettið. Já. Já, eru þau með þessa 3? Já, þau eru með 3. Afritunarþjónusta á Origo tryggir að fyrirtæki getur fljótt að endurheimta gögn. Við erum búin að fara yfir þetta nokkur sinnum sumar. Já. Með þegar þú lendir í helvitis hökkrunum. Og það er eitt. Ég var búin að skrifa romsu Nike sem að ég veit ekki hvort ég taki þessum þætti eða næsta. Og ég var 20 mínútur að gera dauðaleit í Word hjá mér. Þá var ég með þetta í Notion. En ímyndaði þér þú ert með allan reksturinn undir. Hvað þetta er óþægileg tilfinning að vanta gögnin. Er ég að ná að tengja þetta Ég eiginlega gæti ekki ímynda mér verra bara vandamál. Já, ímyndaður ef allir fólderarnir þínir. Já. Allar sónarmyndirnar. Já, allar sónarmyndirnar erum við. Afritunarþjónusta Origo. Það ég held að mæli eindreiði með því. Að þið heyri Origo og verið með þetta upp á 10. Ekki spurning. Þetta er svona bara tryggingaþjónusta nútímans að vera með afrita gögnunum sínum. Já, auðvitað. Já, þú veist, það er allir gögn. Það er bara þannig. Já. Er þetta fyrir einstaklinga líka eða? Þau ætti að spá í því ef það er ekki. Þeistu meila bara að senda á þau. Að gera það. Þökkum Origo fyrir, en eins og ég segi, það var nóg að gerast í vikunni. Sko, ég skráði eina frétt niður hjá mér, aðeins eitt fyrirtæki náði að uppfylla markmiðið og við hljótum að vita svona, þú veist, cirka hvaða markmið við erum að tala markmið Parísarsamkomulagsins og ég bara orðinn svo þreyttur á þessu. Þetta er bara svo, við þurfum að fara að fá að reyni til, þetta er svo mikið kjaftaði. Út af því að sko það sem böggar mig mest er að við höfum enga svona marktæka innviði bara í heiminum til að mæla þetta bull sem er í gangi því að þetta er allt bara eitthvað svona staðlað það fer eftir einhverju kerfi og þetta eru bara tölur á blaði og með nóg ríku vilja getur við bara, þú veist, það er ekkert mála fiffa þetta bókald En hversu langt eru við frá markmiðinu? Ætlaði ekki Katrín að ná þessu 2030? Ég er ekki að reyna að vera leiðilegur með þessu skilur en þetta er bara staðan en sko það var gerð úttekt þetta var úttekt frá PwC og eina fyrirtækið á Íslandi sem að náði að draga saman meira en 7% var Marel. Já. Að til þess að vera í samræmi með Parísarsamkomulagið þar fyrirtæki geta sýnt fram á meðaltali 7% árlegan losunarsamdrátt og eina fyrirtæki í úttektinni sem tókst á síðasta ári var Marel. Og þú veist það voru einhver Arion banki, Arnarlax, ATFR og einhver svona fleiri fyrirtæki sem að náða að draga úr losun en ekki, þú veist, samkvæmt þessu Parísarsamkomulagi sem er 7% árlega bara þangað til 2030 held ég. Já. Og samt munum við örugglega ekki ná þessu. Við munum aldrei ná þessu. Við höfum farið yfir það áður sko, þú veist, það er bara aldrei að fara að gera sko, en svo eru þú veist 15 fyrirtæki af þessum 50 stærstu sem greindi ekki frá losun, skilur við? Já, en hvernig var með Seðlabankann? Greindi hann frá sinni losun? Hann er allan ekki í þessari frétt, sko. En já, þú veist, en bara eins og ég segi, ég eiginlega nenni ekki að fara yfir þetta, en þú veist, þetta er bara svona smá, þetta er svona svipaði vonlust og ætla að fara að senda mannað gameskip bara til næstu vetrarbrautar, eða eitthvað. Það er bara ekki fyrir sjálfur framtíð, sko.
Þetta muni gerast. Nei, þú veist, hvernig ætlar að mæla þetta nákvæmlega? Þetta bara svo, þetta eru miljard breytur, sko. Já, ég með betri millíku. Þetta svo að rétta barni, glas, með hræruðu neskvekk í. Þau drekka það ekki. Þau verða að blanda þetta sjálf. Skilur þú hvað það vara? Þetta eins. Sér þetta bara eina breytu í því, sko. Já, en þú veist, það bara, þau drekka þetta ekki ef þú ert búinn að blanda þetta fyrir þau. Ég held að flesti foreldrar tengi við þetta. Þau vilja gera þetta sjálf. Þetta fer ekki ofan í þau. Þannig að breytan gera sjálf, drekka. Já. Gera ekki sjálf, drekka ekki. Já, það bara þannig. Þú vilt læra það fljótt. Og ég held að þetta sé sama með Parísarsamkomulagið. Ef við gerum þetta ekki sjálf. Við eigum von á sérfræðing í þessum efnum sem við ætlum að fá til okkar og ræða þetta. En þú veist, ég ætla ekki að vera leiðilegur, en eins og ég segi, ég held að bara svona með það sem ég hef kynnt mér í þessu, þetta rosa svona staðlað og með nógu ríkum vilja þá hægt að gera bara sem í það sem þú vilt í þessu. En það samt ekki svona einhver þversögn? Ef þetta staðlað þá hefði ég með taldið að væri allt innan þess ramma og þetta væri svo pottitt. Ég að minnskilja þetta? Já, en þú veist, jú, að einhverju leyti, en á sama tíma þá bara svo, það er svo mörg eins og við þekkjum bara úr þessum einingum, skilur við, þessum kólefniseiningum og annað. Það er bara hægt að fara svo marga krókaleiðir með ýmislegt, sko. Það verður gaman að fá ESG á mannamáli. Það verður skemmtilegur þáttur. Herru, svo önnur frétt, Pálmi Harðarsson, framkvæmdastjóri byggingafyrirtækisins Þingvangs, hann hefur fengið nóg. Hann setur hnefann í borðið og hann að fresta uppbyggingu á 140 íbúðum í Hafnarfirði. Og af hverju ég að segja frá þessu? Jú, það vegna hás vaxtakostnaðar. En hann segir í greininni félaginu bjóðist nú vextir á alltaf 14%. Já. Þetta auðvitað það sem maður farin að heyra bara í kringu sig að verktakar séu bara hreinlega farin að veigra sig við því að byggja. Sem auðvitað skelfilega fréttir. Hérna kemur fram í greininni starfsmenn hans hafi þannig reiknað út að fyrirtæki hefði þessa framkvæmdi fyrir hálfu ári. Það myndi að í versta falli tapar sem svarar einni íbúð á 2 til 3 vikna fresti vegna vaxtakostnaðar frá ársbyrjun 2006. Og þarna var mér hugsað til vaxtastuðningsins sem var veittur í sumar. Ég held að ég hafi ekki fjallað hann. En var það ekki til heimilana? Jú, en það var einmitt títtnefnd viðskiptaráð líka sem við ræddum í síðasta þætti. Take a bow. Og þeir mæltu gegn þessu og þetta kostaði sko ríkissjóð alltaf 7 milljarða þessi aðgerð. En það var þeirra átt að koma stuðningur inn á lán hjá einstaklingum eða ekki? Jú, og það var 50.000 einstaklingar. Ef þú átti fasteign árið 2003 þá fékkstu þessu úthlutað. Já, og sko að finna var þetta var lagt inn á því eða ekki? Jú, þetta eins þenslu hvetjandi að gerist. Já, ég að segja það. Þetta bara bara svo stimulate þannig að check-in í bandaríkjunum. Já, þetta var bara, heyrðu, elskan, við erum að fara til Tenu jólin, sko. Í staðan fyrir að greiða þetta inn á... En þú veist, og ég að velta þessu fyrir mér í þessu samhengi, sko, hvort það væri ekki ráðlegra að leyfa bara uppbygginguna eiga sér stað frekar en að, þú veist, eiga vona á hærri vöxtum til að hamla, þú veist, uppbyggingunni. Því að þetta basically, þetta verðbólgu hvetjandi, sko. Ríkisstjórnin skilu það ekki. Nei. Það er að vera frambóðsdrifið. Þetta var eftirspurnardrifið. Mér finnst þetta samt í alvörinu orðið skrítið, sko. Mér finnst það alvörinu orðið bara stórfurðulegt, en auðvitað þetta endalaust væla ríkisútgjöld, sko, en þetta orðið eiginlega bara svona stór undarlegt ástand og sérstaklega vegna þess að, þú veist, núna verið að tala að það verið að spáði að vextir verið óhreyfðir en það var búið að tala það nánast örugglega yrðu þeir lækkaðir í ágúst en þú veist, þannig að þetta bara hversu langt átt að ganga og þú veist, það bara komið nóg á þessu hauslausa fjárútláti úr ríkissjóð en talandi um ríkissjóð sko við fórum alltaf gefið það í sumar bara vorum ekki til frásagnar þegar nýr ríkisreikningur var gefin út meðan júlí við vorum í fríi þá en með gesti samt hérna já þegar Sigur Sævar kom já og Stefán Einar og Vignir og Arnór og fleiri góðir en sko eins og eflaust flesti vita þá var hérna 81 miljard króna halli á ríkissjóði ár og þrátt fyrir að þeim hafi tekist að hækka skatttekjur 18,5%. Það var hækkun á skatttekjur, þú veist, ekki að prósentustigið hafi hækkað 18,5%. Það bara innheimtan var bara meiri, skilur. Og hérna, ég fór að rýna aðeins sína reikningi, ég ætla ekki að hafa þetta allt og langt. En ég tók eftir því að hækkun á lögaðila, skatt á tekjur og hagnað lögaðila, rúmlega tvöfaldaðist.
Fór úr 45 eða sem sagt fór úr 45 miljardum upp í 104,8 milljarda og maður velti því fyrir sér hvort að hér, sko annarkvort hefur bara verið tekið fáránlega á skattamálum á fyrirtækjum, á þessum tíma, lögaðilar sem sagt, eða hvort að sala Kerecis gæti hafa spilað hérna inni. Já. Útgreiðsla til aðila sem farin á félög. Var ekki fjármagnstekjuskatturinn að hækka úr 20 í 21% eða? Jú, en það bara, þú veist, í rauninni 5% hækkun, skilurðu? Já. Í rauninni, þú veist, 1% stig en 5% hækkun. Já, akkurat. Þetta svolítið meira en það? Já, þetta rúmlega tvöfalt meiri, skilurðu? Þetta hérna... En af hvað stórum skattstofni? Gæti ekki verið 5% af 2000 milljörðum eða eitthvað? Ég fletti því reyndar ekki upp, sko, en þú veist, skattar og tekjur og hagnaði já, lögaðilum náttúrulega 21%. Já, ég hef ekki hugmynd, ég var ekki búin að rýna þetta. Það er 21%, en hérna... Var það ekki hækkað? Nei, 21 eða 2, ég manna ekki. Svo kom Kolbrúnagjaldið sem hún henda á öll hús. Já. Nei, það var á þess ári. Já, atvinnurekstur, já. Já, Kolbrúnaskatturinn. Já, Kolbrúnaskatturinn. Ég velti fyrir mér, þetta eiginlega hlýtur að vera Kerecis. Það var náttúrulega gigantísk fjármagn sem að leitaði þarna inn. Já, Pítur, ok, leitum það út. Það voru 170 miljardar salan, hefði ekki? Jú, eitthvað svo leiðis. Já, en ef þetta er allt inn í félagi, akkur ætti þeir að borga skatta því strax? Nei, ég er að segja bara að þeir fá söluhagnað. Já. Skilur, og svo er bara gert upp í loka árs ef þú endur fjárfestir ekki eða eitthvað þannig. Þú veist, þá er þetta á 23. Þetta tekið inn í rekstrarreikning. Já, heldur að sé allir búin að gera það upp núna? Kemur það ekki til greiðslu 25 eða? Það er enda punktur. Já. Nei, það kemur til greiðslu núna 24, jú. Já, jú, það er nema þeir séu bara búin að gefa upp. Gefa upp, já. Ég veit ekki. Ég skal ekki segja. Það er heldur fáir hlutastlega búin að skila ársreikningi. Þetta er rétt hjá þér, sko. Það er ekki gert upp fyrir einmitt núna 2024, sko. Já. Þess fyrir utan, sko, 21% af 170 miljónum var eitthvað, 34 eða eitthvað. Já, það væri oppin af þessu. Ég veit það. Já, bara, þú veist, mér finnst það bara svona einkennileg hækkun, skattar og tekjur og hagnað á lögaðilega, sko. En, þú veist, áhört. Meiri peningar til að brenna fyrir, hvern? Lilju Alfreðs eða eitthvað annan? Já, ég veit ekki. Andrés eða eitthvað, nei. En það komið þó hérna óvart að sjá, sko, rífleg batamerki á það sem við myndum kalla EBITu, svona í hefðbundum ársreikning. Heyrðu, ég veit hvernig við getum fengið til að rýna þetta. Ásmund Einar. Já. Fáum hann til að gera skýrslu. Til að Þú kemur kannski eftir 5 ár. Stofna stýrihóp og gera skýrslu. En sko, já, eins og ég segi... Ef hann byrjar á skýrslu núna, þá er garantít að hann komi kannski 29. Þannig að það væri gaman að fá niðurstöðu þá. Shit, þetta er í gýrnum núna, ég heyri það gott fólk. En hérna, það sem ég ætla að segja, það sem að við myndum kalla EBITu, við pingjuliðar, það kalla þau, eða þú veist, sem er bara afkoma af rekstri án fjármunatekna, fjármagnsgjalda og sölugagnaðar, sölutaps og matsbreytinga eigna. Þetta er bara það sem að stendur í ársreikningnum hjá þeim, þetta er í rauninni EBITA. EBITA ríkissjóðs. Já, það er farið úr 115 miljard króna halla árið 2022 upp í 19,6 miljard króna halla 2023. Þannig að þetta er ansið hressileg bæting, þó ennþá hallarekstur, en hressileg bæting einhvers síður. En það voru svona nokkri mólar sem kannski langaði að rýna í mjög bjartsýn á að sjá hérna hvort að stöðugildum hefði ekki fækkað. Já. Alveg örugglega, bara, þú veist, það er bara eðlileg krafa. Var það ekki Bjarni sem setti svona hiring ban? Þar sem að... Nei, var ekki sett eitthvað á millistjórnendur. Það mætti ekki vera fleiri millistjórnendur. Mér minnir að það hafi verið Bjarni í svona seft fyrir ári síðan. Það er bara bannað að ráða inn fleiri. Hvað er mér niðurstu? Hvernig endaði það? Það kom annað á daginn. Það er 2,55% aukning stöðugilda úr 23.706 í 24.311. Já, en það er örugglega til að berjast við COVID. Mig grunar að þetta sé justified. Þetta er bara eins og bankabókin hjá vittanum, það er hækkar bara hækkar og það ekki veit af hverju. Nei, þetta er kannski óabyrt af mér, en ég leiði mér að rekna sko meðaltekjur per stöðugild á mánuði eins og við gerum alltaf í þáttunum hérna við erum árið. Og gefið að stöðugildun séu fjöldi ársverka sem voru unnin hjá ríkinu. Já. Bara þessi 24.311 hafi bara verið í 100% starfi allt árið. 24.000. Þá fæ ég út 1.064.000 krónur á mánuði fyrir skatt á haus. Já. Þannig að það er meðalun. Þannig að hérna, já. Það ætti bara að vera mínútu þögg, sko. Þú veist, já, þú veist, þetta er
embættis stöðugildi inn í þessu líka, þessu 24.000 og eitthvað, en þetta helviti hátt, þetta svona með því hærra sem við höfum bara séð, með að segja á einkareknu. Fyrir alla sem að útskrifast á annað í dag, af hverju ferði ekki bara að vinna á ríkinu? Síminn loka klukkan 2, þú þykist þér að vinna til 4, þú svarar ekki tölvupóst á kvöldin, tekur ekki símtöl. Það er engin með gemsan hér, það er alltaf hringt úr svona borðsíma sem ekki hægt að hringja tilbaka. Þú þarft að komast í gegnum svona 7 manns til að ná í einhvern ég skal ekki segja. Og þú ert með millu á mánuði. En við erum auðvitað ekki að alhæfa, þetta er meðaltal. Þetta er ekki miðgildi, þetta er meðaltal. Hvað er miðgildi séð? Já, ég veit ekki. Þú ert ekki með það? Nei. Þetta er reynda það stórt úrtaka, allir þetta svona, það sé hægt að nálga þetta, þannig að þetta sé bara svipað. 24.000 mann sko. Ég skal ekki segja. Meitla þetta. Herru, ég sá hérna líka gulleign á efnahagsreikningnum hjá þeim upp á tæpa 18 milljarða. Já, er það ekki basic eða? Ríkið á 63.797 unsur af gulli sem hækkuðum tæplega 1,5 milljarð hérna á milli ára og magni hélst óbreytt notabene. Þannig að þau virðast bara hanga á þessu. Kennum nú svona aðeins fleiri grasa hérna, þau eru með handbært fé upp á 229 milljarða króna. Milljarða? Já. Í cash? Cash. Wow. Cold-hearted cash. Og svo er hérna markasverðbréf, útlán og önnur verðbréf 2.764 milljarðar. Já, það er markasbréf, þú veist, það er náttúrulega skuldabréf líka á fleira, 763 milljarðar. Svo er útlán hérna, tæpi 2000 milljarðar. Þannig að hérna, og þetta er hérna, þetta er eign. En svo, já, til að loka þessu útgefnir seðlar og myntir. Það eru í umferð, eða þess að í loka árs 2003 voru 71 milljarður af seðlum í umferð. 45.000, nei, sorry, þetta er ekki í stykki, þetta eru 45 milljarðar af 10.000 krónum. 16,5 milljarðar af 5.000 krónum. Svo er ekki nema 208 milljónir af 2.000 krónum. Já. Þannig að ef við áætlum það, ef við setjum hérna 208 milljónir, þú þekkir 2.000 skallinn, kjarvalinn. Shit, hvað er langt sem maður hefur séð 2.000 skall? Þá má áætla að séu 104.000 seðlar í umferð, 2.000 krónar seðlar. Já. Út frá þessum tölum. Áhugavert. Hvað er verið að prenta á ári og svona af þessu? er það ekkert gefið upp? Það er ekki gefið upp sko, en ég veit að þú veist, það er dýrara að slá 1 krónu heldur en, þú veist, það er dýrara en 1 króna. Já. Að búa hana til. Að slá 1 krónu? Já, það er slátt, eða þú veist að... Já, hvernig er hún slegin svona? Já. Og það er, ég held að kosti 3 eða 4 krónur eða eitthvað að slá 1 krónu. Já, ég á búin að heyra það fyrir löngu. En það hlýtur að vera hægt að búa til 1 krónur. Já, ég trú ekki öru. Það er samt 122 milljónir 1 króna í umferð. 21 miljón? 122 milljónir 1 króna í umferð. Ok. Nú sér það. Og ég er með svona 50 af þeim. Já. 50 milljónir af 1 krónum. En ég hvet fólk til að kynna sér ríkisreikningin. Það er öllum holdt held ég að geta veit aðhald. Rýna sér til hausverks. Það er það sem þetta gerir. Herru, nú er ég að spója að gefa þér orðið. Ég er búin að tala allt og lengi hérna. Já, sko, ég hefði eiginlega þurft að hafa romsuna mína í næsta þætti. Já. Nei, í þessum þætti út. Hún hefði verið meira current. Já. En Jóman lætur ekki bíða eftir sér. Nei, það gerir hún ekki. Let's talk about olive oil. Olive oil, ok, ég er reynda spenntur að heyra það. Glæpamenn í eldhúsinu. Matarmafían. Er þetta ekki megin skaðlegt líka? Hrávörumafían. Veistu eitthvað hvert ég er að fara? Nei. Sko, verð á ólífuolíu hefur tvöfaldast síðastliðin ár. Þegar ég segi síðastliðin a.k.a. frá COVID. Búið að tvöfaldast, bara á 2 árum. Tengist reyndar held ég ekkert COVID í þetta skiptið. En þú veist, frá 2020, þú veist, það er bara allt orðið COVID. Já, sko, tvöfaldast sagður ekki síðustu 2 ár? Síðastliðin ár. Já, síðastliðin ár. Svo var það bara inn í svega hjá mér, a.k.a. frá COVID, og svo var það bara 2020. En ástæðunar hafa ekkert með COVID að gera, svona pörsi. En verðið á tonni hefur allavega ekki verið herra síðan 1997, þannig hvað er það, 27 ár? Já, ekki satt? Jú, gott ef ekki. Og einhverju $6.000 tunnan. Og býttu nú við. Já, sko, allavega. Long story short, mjög dýrt. Hvað býður dýr hrávara upp á? Glæpamenn í eldhúsinu. Svindl. Ég ætla að reyna að finna eitthvað aðeins gáðulegra en okkur. Svindl með ólífuolíu
er að aukast í massavís. Svindl með ólífuolíu? Já, og þetta hefur svo sem verið viðlaðandi við ansi margt og sérstaklega ólífuolíu í gegnum tíðina að þegar þetta verður á dýrt þá byrja glæpamenn að drýja olíuna með einhverju öðru og selja. Finnana. Og sko, þegar ég segi mikið, þú veist, semst aukningin á þessu ári sé mikil, þá erum við samt ekki að tala um meira það árið 2018, fyrir 6 árum, þá voru 15 case þar sem að menn voru stoppaðir. Að finna út olíu? Já, bara, þú veist, að svindla með olífuolíu og ég fer yfir svindlin hérna eftir. En í ár eru orðin 50. Málið er, fyrir hvert case, þá er ekki eins og þú sért bara hérna að hitta Arnar Þór Ólafsson í Urriðaholti að selja Danieli Pétursinni einhverjar 4 lítra, sko. Þetta eru glæpastarfsemi, það sem eru, sko, ég held að einu 100 tonna? Já, neini, bara 1000 lítra, sko. Þannig að, þú veist, hvert case er svolítið stórt. Það var hérna einhver glæpahópur í Puglia og Ítalíu, sem ekki Puglia. Ég veit ekki. Þú veist, þeir voru með ólífuolíu falsaða fyrir €1.000.000, 164 milljónir. Þannig að þetta er alveg svona, það er svindl í þessu. Er einhverju sem að bara svona... Menn gerur út á þetta. Já, í staðin fyrir að fara í dópið bara, nei, ég ætli í ólífuolíu. Já, en þú veist, þetta er örugglega miklu minni sekt. Já, 100%. Þetta miklu sniður. Er ekki Emil Hallfreðs svo góð í þessu? Ég ætla nú ekki að fara að setja þau undir sama hatt, en... Þau eru nú samt svona the king and queens of olive oil síðastliðin 5 ár. Já, bara sjáta líka Ólífa. Kíkta ásreikningin, komdu með einhverja tölur. Já, þau erum að kíkja hann við tækifæri. En sko, ástæðan fyrir því að þetta er að hækka svona er einfallega framleiðslu skortur og það er hiti í the Mediterranean spát. 50% niður, Ítalía 37% sem sagt í framleiðslu á ólífuolíu og mikið kennt skógareldum og miklum hita og vanda vatn og jari. Stóra spurningin er, sem að þú komst svo sem inn á hérna, hvernig svindlar á ólífuolíu? Já, ég myndi halda að hún myndi þinna hann út. Já, ég ætlaði að segja, þetta er cut it like cocaine aðferðin, svo kallaða, sem þú þekkir svo vel. Já, ég mynd. Þú ert búin að marg segja það. En sko, galturinn er sá. Þú mátt skjóta á mig, sko. Ég seti ekkert úr það. En ekki vera að bendla með veitulíf hérna. Cut it like... cocaine. Já, þú þekkir þetta. Sko, þú bæti við low quality olíu og þekktast er að bæta við repjuolíu og litarefni. Já, þetta er bara neitra helviti. Já, og sko, svo er annað hérna mislabel, það er að segja að þú ert að kaupa low quality olíu sem er kannski bara einhverja afgangar en ert að merkja hana sem virgin olive oil sem er svona þú veist, er ekki talað gæðastimpillin í þessu jómfrúar. En er ekki talað til dæmis að Filip og Beri og sé bara ekkert sérstætt quality, þú veist. Það er valið, nú er einhver frá Innes að fara að hakkið eins og play í síðustu viku. Maður má ekkert orðið segja í þessum þætti. Sko, það sem ég er að tala er að sko Þú ert með hreina ólífuolíu sem við talaðum. Það ekki svona virgin bara? Jó, virgin á að vera bara... Svo ertu með, þú veist, ekkert bara Filip og Beri, það er bara fullt sem að þú finnur út í búð bara í dag. Já. Það er talað að það sé stútfullt af einhverju rusli sem að við eigum ekkert að vera að sitja onni í okkur. Já, sko, ég þekki ekki alveg hvort að þetta sé að rata svona inn í maturkeðunar. Þá sérstaklega hérna heima. Maður treysti nú bara byrgjarnir hérna heima sé að kaupa eitthvað. En það var hérna ein frétt að alltaf 80% á veitingastöðum á ýmsum stöðum á Ítalíu og Spáni þá ert ekkert með ólífuolíu þegar þú ert út að borða það sé meira verið að dríja inn á staði það sem að kunnin kannski, þú veist, er að dýfis í brauð með salti og eitthvað og finnur þetta ekkert beint og hérna þriðja var þá líkur til uppruna og það var case í Þýskalandi það sem að einhver var að flytja inn það sem heitir La Pant-olía frá Ísrael sem ólífuolíu. Þú veist, þannig ekki nóg með að laugum olíuna og leipilið heldur líka upprunan. Og þetta La Pant-olía er vist eitthvað sem er bara ekki hæft til manneldis. Þú átt bara ekki að geta þetta. Þetta er svo mikið... Já, þá er það slæmt, maður. Já. En nú förum við úr því leiðilega yfir það skemmtilega. Ólífuolía er hrávara. Já. Það er vissulega rétt hjá þér. Og ég með sögu hérna, 2 ára gömlu brandi sem búið að selja ólífuolíu fyrir $50 million nýkom með dreifingu í Bandaríkjunum upp á 13.100 sölustæði sem þeir eru bara í expansion mode og þetta er fyrirtæki Grasa og hvað gera þeir öðruvísi, Arnar? Ef þú ætlar að gera eitthvað öðruvísi með ólífuolíu hvað, ég veit ekki selja á svörtu markaði eða eitthvað? Nei, þeir byrja að selja það í squeeze bottle Squeeze bottle, já.
Þú áttu við svona skvísu eins og fyrir börn eða áttu við bara svona eins og að koma núna út allt hérna? Sem að tacotrökk, má segja hafi komið til landsins og breytt tacoleiknum. Þeir gerðu þetta fyrir ólífuolíu. Þú veit að það skrítið samt. Googla þetta heitir grasa. Sko, já, þetta svolítið eins og þegar tacotrökk frá Steindal kom inn og getið kreist sósun yfir og með ólífuolíuna. Þau séu hérna high quality olive oil. Já, og sko, at the end of the day, þetta sama vara og búið að neyta í 1000 ár. Þau ekkert með eitthvað sérstakka framleiðslu eða neitt. Þau setti þetta bara í nýja pakningar. Þau eru með þetta í dósum líka. Leið mér að klára. Já, sorry. Stofnandinn, Andrew Benin, kani sem bjó á Spáni og fattaði það í Evrópu. Það notaði mismöndi tegundir af ólífuolíu eftir tilefni. Það að segja, þú getur nota einhver svona sem með herra bræðslustig eða þú ert að steikja. Og þá fer ekki, þú veist, þá kannski ekkert mikið bragð í henni. Með aðra sér, þú situr á steik, aðra á salat, skilurðu. Þú veist, þetta Já, það skiptir þetta svolítið eins og þrúgur á rauðvinni. Það alveg komið sophistication fyrir þessu. Hann fattar að það ekki í Bandaríkjunum. Og vörulínunar hjá honum heita Sizzle til að steikja upp úr. Drizzle, það til að Drizzle, ok. Og Frizzle var að koma, sem ég veit ekkert hvað þetta En honum datt þetta í hug í sturtunni. Af hverju ekki nota svona flösku eins og Sriracha fyrir ólífuolíuna. Þaðan kemur hugmyndin. Í ofanalag þá var hann fullur með 70 ára ólífubónda á Spáni að drekka bjór úr bjórdósum. Þetta fakt eða? Þetta fakt. Okay. Þetta eitthvað svona sem Óttari Steindal mætti taka til sín. Vera meira fullur með einhverjum framleiðendum erlendis. Hann fattar það þegar hann að drekka bjór með þessum 70 ára ólífubónda hvað væri nett að geyma ólífuna í bjórdós. Og ólífubóndi segir, það ekkert mál, það eiginlega bara betra upp á endinguna. Þannig að það eru allar sögur núna sem skrifaðar að þetta tengist sjálfbærni. Það að segja að þú kaupir plastdolluna frá þeim bara einu sinni, svo kaupir svona bjórdósir af ólífuolíu til að fylla á. Já, meinar. Og það allir, they're so sustainable. Hann segir bara, nei, við gerum okkur ekkert út frá að vera sustainable, þetta bara quality. We don't give a shit about sustainability. Þannig að það var aldrei Hann sagði það reyndar ekki. Það var aldrei hugmynd hjá þeim sem sagt að fylla bara alltaf á úr þessum áldósum. Jú, eða þú veist, hugmyndin verður þannig og það allir að segja sig út af því að það svo sustainable. Já, ég að segja, það var aldrei pælingin á baka. Nei. Hann sagði bara, þú veist, þessi fulli ólífubóndi sagði bara að þetta væri bara príma aðstæður til að geyma ólífuolíu. Príma geymslu aðstæður? Já, svona áldósum. Þannig að þau eru að springa út, þau eru líka að prófa sig áfram að selja ís og ólífuolíu saman. Fitan vist góðu bragðbætir við sykurinn og ísinn. En ertu búin að skoða grasa? Já, þú ert búin að skoða þetta. Já, ég var inn á GRAZA. ZA, já. Ég giska á að þetta verið komið til Íslands innan 6-12 mánaða eða einhver verið búin að kopja þetta. Svona squeeze bottle með ólífuolíu. Já. Þú veist, þetta var eitthvað sem ég hafði ekki einu sinni hugsað út í, sko. Alveg næs að hafa sósurnar núna. Ég kom í þetta squeeze bottle. Bara þegar það eru komnar í það, þá hugsaður bara af hverju ætti ég að kaupa krukkuna. Já, ég meina Júsú var að fara í þetta núna. Já, það minnst allir vera að byrja á þessu, sko. Já. Hvaða fleiri vörur væri svona hægt að breyta pakningunni þannig að þú ert bara komið með nýja markað líka við? Já, við höfum alltaf séð þetta rosalega mikið eins og bara með þegar Nokko kom. Nú eru allir byrjaðir að vera með eins dósir og Nokko. Já. Þú veist? Já, svona 330. Já, svona 300, sko. Og þú veist, þetta annað dæmi. Það byrjar einhver einn með svona sprautudót og þá byrja allir að herma, sko. Já, góð punktur. Við getum ekki séð þetta fyrir. Nei, við erum ekki spámenn. Ég var búinn að sjá með tannkremið. Tannkrem búið að vera í túpu. Bara í 30 ár. Það var einhver byrjar að selja sem svona litla kubba. Já. Þannig að þú veist, þú bara stakst upp í kubb. Já, og bara jafnlaðir á hann. Og eins og freyðitabla. Það var reynda geðveitt í hag. Og svo, varst að tannburstaði. En ég hef ekkert séð það springa út. Það var svona það sem ég datt í hug, sko. Það veit, sko. Nýsköpun, hún gerir ekki bóð undan sér. Já, svo varst þú með einhverjum hugmynda nýjum smokkum, eða ekki? Nei, það var ég ekki með, en ég ætla að segja frá Apparatus. Var þessi liður kannski í bóði Apparatus? Þetta var allt í bóði Apparatus og Jómfrúnar. Þeir þekkja þetta, vöruþróun, bæta vörur, betrum bæta. Taktu hráolíu, eins og ólífuolíu og breytti henni í app. Þeir geta gert það. Já, það hafði sambandi við mig ágætur maður daginn og var komin svona vel á veg með appgerð. Búinn að fara í gegnum svona ferli, búið að mappa upp öllu, sko. Minnstamáli heimi fyrir Apparatus að taka þetta áfram. Já, bara á miðri leið, sko. Já. Þannig að bara á hvaða stígi sem kæri hlustandi, ef þú ert með hugmynd, heyrðu í Apparatus og já. Var hann að breyta kjúklingasalat í kjúklingaskít?
kemur til apparatus og þeir hjálpa honum breytist aftur í kjúklingasalat. Já, þú veist, kannski, ég veit það ekki. Já, I would eat that. I would eat that. Það svo vil ég líka segja frá Credit Info. Já. Og einhver, ertu eitthvað búin að vera að kíkja lánshæfismatið þetta? Nei. Nei? Ég tek nú reyndar alltaf saman hérna 31. júlí. Já, ferðu þá alltaf og tjekkar á þessu? Nei, maður fær tölvupost frá þeim einu svona ári með lánshæfismatið. Já. Er það ekki APC þarna? Já, þú ert að tala um... Ég kíkir reglulega á þetta, sko. Já. Þetta skiptir mig máli. En þú getur líka skráði bara inn og séð það, sko, í raun tíma. Já. Sem náttúrulega stórfellt búbót fyrir fólk að sjá hvað það statt, þannig að við hvetjum alla til að stofna til aðgangs inn á Credit Info, eða aðgangs, þetta er rauninni bara rafræn skilríki. Er þetta ekki allt orðið rafræn skilríki í dag? Jú. Fagna því reyndar. Mjög þægilegt. Þannig að hafi Credit Info í huga, þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið. Sko, við verðum náttúrulega aðeins í styttri kantinum í dag, en það er þó, það eru nokkra fréttir hérna sem ég vil, það er stórmerkileg frétt hérna frá Wizz Air. Ég veit ekki hvort þú hafið séð þetta. Wizz Air, hvað er það? Wizz Air, flugfélag. 499 eurur, eða 76.000 krónur, fyrir ótakmarkað flug á ári. Shit, heyrðu. Þeir eru búin að sitja með á vanskilaskrá. Credit Info? Já. Nei, ég trúi því. Nei, ég er í fínum málum. Ég er mjög lítil á þetta, segir hérna. Það er vel. Það er ekki að segja bókstafinn. Nei, maður gerir það aldrei. Nei, það er svo margir sem falla á PISA. Þeir vita ekkert munin á A+, B- og þessu dóti. Er þetta ekki allt orðið bara ágætt? Jú, og þú veist bara, það ég held að vera bara kvíðavaldandi fyrir einhvern að heyra þetta. En með Wizz Air, varstu að hlusta það sem ég var að segja? Já. 76.000 kall fyrir ótakmarkað flug yfir árið. Og kemur þetta fram, viðskiptavinir sem taka við þessu tilboði munu geta bókað ferði til Evrópu, Norður Afríku, Austurlanda og Asíu með alltaf 3 daga fyrirvara, en greiða þó 9,99 evra fast gjald fyrir hverja bókun. Þannig að þú borgar, evran, 1500 kall og pluss þetta startgjald 500 eurur, 76.000 kall. Shit, hvað þetta er sniðut? Ég er bara, þú veist... Ég held þetta sé sniðut. Já, en ég bara sé ekki hvernig það stendur. Maður hefur lesið um flugfélög sem að gáð út eilíðapassa. Já. Það var hérna það er svo mörg... Var það Pana með American Airlines eða eitthvað. Þetta fór næstu í með þau. Já. Að gefa út þennan eilíðapassa, sko. Já, ég var einmitt að fara að segja, þú veist, þetta er svona sagan mun dæma þetta sem enn eitt marketingstöndið sem gjörsamlega floppaði. Já, en þú veist, þetta er kannski sniðugt að takmarka þetta við ár, en 500 eurur fjandinn hafið það er lágt, sko. Já, en er ekki alltaf eitthvað svona smáletrið? Ég meina, þetta hlýtur að vera þeir sem eiga að vera hérna mæta afgangi. Þau eru búin að selja 10.000 áskriftir núna. Vel gert. Samkvæmt vefsíðu félagsins eru margir svokallaðir forgangsflugvellir uppseldir. Þegar slíkir flugvellir eru valdir, stendur einfaldlega ef þú getur ekki valið þennan flugvell sem þú vilt, þýðir að takmörkunum á þann völl hefur verið náð og getur vissir því miður ekki boðið þann flugvell að svo stöddu. Þannig að þetta virðist vera eitthvað svona kapplaup, sko. Já. Já, og ég skil það vel að fólk sé að stökkva á þetta, sko. Það hljómar eins og einhver if statement þarna. Já, gæti verið. Kaupið 500, ef þetta er fullt, þá máttu fara þarna, en ef það er líka fullt þá... Gæti orðið VSN, sko. Já, það er einhver snillíkur, leiði Excel. En herru, ég er svo með buffet í vikunar. Já. Warren Buffett, hann er að hasla sér völl núna á snirtivörumarkaði. Það er ótrúlegustu fréttir sem berast af manninum, sko. Berkshire Hathaway, fjárfestingafélagið hans, við þekkjum það nú vel, ákvaða fjárfesta í snirtivöruverslunar í svona Ultra Beauty á öðrum ársfjóðungi samkvæmt gögnum sem félagið skilaði inn til verðbréfa eftirlits Bandaríkjanna núna nýlega. Og í lok annars ársfjórðungs átti Buffett 690.106 hluti í þessu fyrirtæki sem gerir 266 milljónir bandaríkjadólar sem bara, þú veist, peanut fyrir mannin, sko. En ásamt því að bæta Ultra Beauty við verðbréfasamlið sitt hann hefur örugglega bara síðan einhverja sæta afgreiðslustúlku og verið bara smá statement, sko. Já, 266 milljónir dólara, hvað það milli vinna. En hérna, hann jók stöðu sínar í tryggingafyrirtækinu Chubb og olíufyrirtækinu Occidental Petroleum. Já. Og sko, málið er djöfull, sko, það er búið að vera að tala um það í svona 9 mánuði að hann sé bara að fara að taka það yfir. Já, það veist hvað veit maður, en ég er allavega ég er með smá breakdown á portfóljónu hann, sko. Já, eftir að hann losaði Apple stöðuna. Já, og hann sko
Þetta sko, hann náttúrulega langstærstur í Apple. Hann með 29%, hann með 29%, eða 28,9% af heildar eignasafninu sínu í Apple. Já. Og Guð má vita að hann var stærri, sko. Já, hann seldi 22%. Já. Þannig að sko, hann á núna 2,6% hlut í fyrirtækinu og þessi 2,6% hlutur á andvirði 90 miljardar bandaríkjadollara. Nánast sléttir 90 miljardar. Veitu, hvað? Apple. Já. Er það þá ekki 22%? Þú sagði 2%. 2,6%. Já, ég rugla. 22% af hans safni 2%. 28,9% af heildar eignasafnins er Apple. Sorry ef ég rugla í einhverjum. Hvað heldur að næsta sé? Er það ekki hérna... Já, nei, hann á náttúrulega Geico og það private, eða ekki? Er það Geico? Nei, það er ekki Geico. Bank of America. Næstu því. Já, það er hérna bankinn hans, Wells Fargo. Hann er hérna... Svo er Coke. Bank of America er 3. sæti. Já. En í öðru er American Express Company. Já. Og hérna... já, sem er banki, þú veist, er það ekki það? Jú, svo... Og þú veist, þetta er svona móðurfélag... Ég líka, og þegar búið að koma svo mikið, hann er náttúrulega ekkert búin að tjá sig sjálfur þessa Apple-sölu, en það er búið að vera mikið af kvótum núna það þegar hann sá eftir að hafa ekki selt Coke 97. Já. Þegar það var sko á sögulegum hápunkti og var orðið jafn stór hluti af eignasafninu hans eins og Apple var núna. Já. Og hann feilaði að taka gikkinn. Já, þannig hann er að gera þetta núna með... Og hann þurfti að bíða í einhver 8 ár eftir að náði sömu hæðum til að geta að losa stöðuna. Að það var einhver saga núna, bara hann væri búinn að læra af þeim mistökum. Já. En svo náttúrulega líka virðist bara vera að hann vilji hlaupa í var og byrgja sig upp. En þetta, þú sagði Geico. Já. Hvað Geico. Hvað, er það ekki... Tryggingafélagið hans. Já, það er ekki, getur það verið undir Amex eða? Nei, ég held að Geico sé bara private holding. Hann á allavega 21,3% hlut í American Express og það er 12,2% af heildareignasafninu hans. Svo í þriðja er Bank of America, hann á 12,1% hlut í því, eða Berkshire Hathaway á 12,1% hlut í því og það er með 11,8% af eignasafninu. Og í 4. sæti, ég ætla ekki að halda mikið lengur áfram, en í 4. sæti er vissulega Coca-Cola. Og þar heldur hann 400 miljón hlutum, andverið 27,5 miljardar dollara sem gerir 9,3% hlutdeild í öllu kók sem hann á og 8,8% af eignasafninu hans í heild. Svo hann á í Moody's og eitthvað svona. Hann er í Heinz líka og Mitsubishi og hann er þungur náttúrulega í hann fór í Japan sko. Já, í Japan sko. Já. Hann er í Mastercard, hann er í Amazon. Sko, hann á stærsta sko, það er Davida Inc. Það er rauninni, hann á 43% hlut í því fyrirtæki, bara í heild sko. Og svo á hann óvinni stóra, hann á næstu 27% í Heinz, Kraft Heinz tómatsósu fyrirtækinu. Það er búið að mishefnast, svo fjárfesting. Já. En allavega áhvert ekki misefnast, en það hefur ekki gengið upp eins og stóð til. Okkar maður Buffet, hann er í fullu fjöri, það er nokkuð ljóst. Það er nokkuð ljóst, herðu, já, ég er nú með meira hérna, það er kannski spurning hvort að ég taki það bara í næsta þætti eða því að við erum náttúrulega orðnir hálf tæpir á tíma. Já. Drengirnir hérna, þannig að við ætluðum að hafa þetta svona óvinni stutt í dag. Við erum fór út á lífið, frúna á ammali, 35 ára. Já, til lukku með frúna. Sett á hérna... Það ekki að taka hann á Jón frúna? Jó, sett á hérna Happy Birthday Mr. President með Marilyn Monroe. Þú hefur beðið með þetta áður sko. Ég ætla að taka það í kvöld. Já, veitu, Marilyn, ég var að finna þetta núna. Happy Birthday hérna Svambjörnsberg. Herru, við lokum á þessum orðum í dag, kæru hlustendur. Við þökkum fyrir hlusturina og verðum aftur með ykkur næsta föstudag. Þá verðum við með eitt tímalausan. Til ámægmyndaðinn Svambjörg, þetta er fyrir þig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday
to you. Segið svo ég sé ekki rómantískur